Ágætu frumalendur, góðu gestir. Verið velkomin á ráðstefnu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands og umboðsmanns Alþingis sem haldin í tilefni af því að 20 ár eru liðin frá lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu. Ég heiti María Tæl, forstöðumaður Mannréttindastofnunar og Lagastofnunar og mun stýra fundinum. Það er verulega ánægjulegt að sjá hversu margir eru mættir í dag. Það höfðu alveg 130 manns skráð sig á mánudaginn, en það alveg ljóst að dómurinn sem var kveðinn upp á þriðjudaginn hjá Mannréttindadómstólnum hefur orðið til þess að það stefnir allt í húsfylli hérna hjá okkur. Og það gefur okkur meðal annars kærkomið tækifæri til að rökræða dóminn og forsendur hans af yfirvegun og þekkingu í stað vanþekkingar og gífuryrða. Yfirlýsingar ýmis aðila í fjölmiðlum hafi ekki átt nein rök að styðjast þýðingu dómsins og verið fyrirferð meiri í umræðinu en eðlilegt getur talist. Með því ég þó alls ekki að segja að Hæstiréttur sé undanskilinn gagnrýni síður en svo, en gagnrýnin verður að vera málefnaleg og rökstudd og það verður vonandi raunin hér í dag. Frumalendur munu aðallega beina sjónum að síðustu 20 árum og horfa fram á veginn, en rétt að minna á það að Ísland varð aðili að sáttmálanum 1953 eða sama ár og hann tók gildi. Á þeim tíma var almennt litið svo á að réttindi samkvæmt sáttmálanum væru nægilega tryggð í íslenskri löggjöf og teldust í raun til óskráðra grundvallarregla í íslenskri stjórnskipan. Þar af leiðandi var ekki talin þörf á að lögfesta hann. En þróunin á þessum vettvangi var slík að rúmum 40 árum seinna hafði reynslan sýnt að íslenska stjórnarskráin og almenn löggjöf vernduðu í raun alls ekki nægilega réttindi samkvæmt sáttmálunum og viðaukum hans. Sáttmálinn var því lögfestur 1994 en með því var stefnt að auknu réttaröryggi og víðtækari mannréttindavernd einstaklinga. En hver hafa áhrif lögfestingarinnar verið í íslensku réttarkerfi, það er að segja í stjórnsýslunni, hjá dómstólum og í störfum lögmanna? Hvert fordæmisgildi dóma Mannréttindadómstólsins á Íslandi og hver hafa áhrifin verið á íslenska dómaframkvæmd? Og hver eru og munu áhrif sáttmálans verða í framtíðinni? Frumalendur sem einvala lið sérfræðinga á þessu sviði munu leitast við að fjalla og svara þessum spurningum. Við vonum svo til að fá líflegar umræður og eftir og fyrirspurnir úr sal í kjölfar framsöguerindana. Og þá rétt að ég kynni fyrsta frumalandan, þó að það sé nánast óþarfi þar sem hann flestum kunnur sem hér eru. En Tryggvi Gunnarsson hefur gegnt embætti umboðsmanns Alþingis frá 1. nóvember 1998 þegar hann var settur umboðsmaður í stað Gauks Jörundssonar og síðan kjörinn umboðsmaður af Alþingi frá 1. janúar 2000. Tryggvi útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands 1982 og var við framhaldsnám í Noregi 1986 til 87. Hann fékk málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi árið 1984 og varð hæstaréttarlögmaður 1990. Árið 90-98 var Tryggvi einn eigandi málflutningsskrifstofunnar Borgartúni 24, síðar AP-lögmenn, eða þar til hann tók við embætti umboðsmanns. Tryggvi sat í rannsóknarnefnd Alþingis aðdraganda og orsakir falls íslensku bankana frá ársbyrjun 2009 til apríl 2010. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Góðir ráðstefnugestir, þegar umboðsmaður Alþingis hóf störf árið 1988 voru 35 ár liðin frá því að Ísland hafði fullgilt mannréttindasáttmála Evrópu. Á þessum árum hafði af og til því verið haldið fram fyrir íslenskum dómstólum að ákvæði íslenskra laga og athafnir stjórnvalda færi í bága við mannréttindasáttmálann og þótti þess væru dæmi að dómstólar litu til sáttmálans við skýringu á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar var svarið sem dómstólar veittu almennt áminningum að sáttmálinn hefði ekki öðlast lagagildi hér á landi. Meðal þess sem Gaukur Jörundsson kom með í reynslupakka sínum þegar hann var kjörinn umboðsmaður Alþingis var að hafa átt sæti í mannréttindanefnd Evrópu frá árinu 1974. Nú hafði Alþingi falið honum að hafa eftirlit með stjórnsýslunni hér á landi og hann átti að tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Honum var líka fengin heimild til þess að benda á meinbugi sem hann teldi að væri á gildandi lögum.
Gaukur lauk sínu fyrsta starfsári með því að senda forsætisráðherra og forsetum Alþingis bréf þar sem hann taldi ástæðu til þess að vekja athygli á ófullkomnum ákvæðum til verndar mannréttindum í íslenskum lögum. Þessar ábendingar lutu meðal annars að því að íslenska stjórnarskrá vantaði almenn ákvæði veigamikil mannréttindi, það væri ákvæði stjórnarskrárinnar félagsleg mannréttindi fábrotin og þá vísaði hann til þess að Ísland væri aðili þýðingamikilli alþjóðasamningu mannréttindi og nefndi þar mannréttindasáttmála Evrópu. Gaukur taldi að úrbætur í þessu efni gætu orðið með tvennum hætti. Hann nefndi endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar og þá kæmi til greina að tilteknir mannréttindasáttmálar eða hlutar þeirra yrðu teknir í íslensk lög og enn nefndi hann mannréttindasáttmála Evrópu. Báðar þessar tillögur gengu eftir. Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi og lögin tóku gildi 30. maí 1994 og við minnumst þeirra tímamóta hér í dag með þessari ráðstefnu. Ári síðar voru endurskoðuð mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar samþykkt. Það að þessar breytingar á mannréttindareglum fylgdu stað hér á landi var til þess að ekki bara meðal lögfræðinga var ákveðin vakning efni þessara reglna og þýðingu. Almenningur vænti mikils af þessum breytingum og ég man á þessum árum var það sama hvort maður var í hlutverki lögmanns eða sinna störfum hjá umboðsmanni. Það fyrsta sem mætti manni var spurningin hvort að þetta væri ekki örugglega brot á jafnræðisreglunni. En þessi aukna umræða mannréttindi skilaði okkur líka því að fljótlega fóru hugtök eins og meðalhóf og lagaáskilnaður að heyrast þegar rætt var athafnir með stjórn ríkisvaldsins gagnvart borgurunum. Og það kom ekki síst í hlut umboðsmanns Alþingis að minna handhafa ríkisvaldsins á þessar og fleiri grundvallarreglur mannréttindi. Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur þannig fylgt starfi umboðsmanns Alþingis frá því embættið var stofnað. Og sú reynsla sem Gaukur kom með að vettvangi mannréttindasáttmálans hefur mótað starfi hjá umboðsmanni í raun meira en sést í þeim áleitum þar sem stuðst við hann. Við sem störfuðum með Gauki lærðum fljótt að tileinka okkur það vinnulag að hafa jafnan hugfast við athugun á hverju máli, hvort að leyndust einhver álitaefni þar sem mannréttindasáttmálinn kæmi við sögu. Og ég minnist þessa á bernskudögum umboðsmanns hversu mikla áherslu Gaukur lagði á við nálguðust til dæmis málefni barna og þeirra sem bjuggu við skert frelsi út frá þeim sjónarmiðum sem höfðu verið uppi á vettvangi mannréttindasáttmálans. Og það líka kannski til marks þá áherslu sem sáttmálinn hefur haft í störfum umboðsmanns að á starfstíma embættisins hafa 2 þeirra sem kjörnir hafa verið til setu í Mannréttindadómstól Evrópu áður sinnt störfum umboðsmanns. Ég hef stundum sagt að embætti ætti kannski að fá útflutningsverðlaun á sviði lögfræði. En það annað að báðir þessir einstaklingar störfuðu líka við Háskóla Íslands og ég taldi því við hæfi að umboðsmaður stæði að því með Mannréttindastofnun Háskóla Íslands að halda ráðstefnu þar sem minnst væri í 20 ár eru liðin frá lögfestingu mannréttindasáttmálans. Mannréttindasáttmálinn hefur þýðingu á flestum starfssviðum lögfræðinnar og það skiptir því verulegu máli að hvar sem við störfum eða komum að málum gætum við þess að afla okkur og viðhalda þekkingu okkar á mannréttindasáttmálanum og úrlausnum Mannréttindadómstólsins. Við getum vitanlega haft mismunandi skoðanir á þessum úrlausnum og starfsháttum dómstólsins en við Íslendingar höfum rétt eins og fleiri Evrópuþjóðir skuldbindu okkur til þess að borgarar þessa lands eigi að njóta þeirra mannréttinda sem felast í sáttmálanum. Það hins vegar að heyra til undantekninga mínum dómi að einstakir borgarar þurfi að sækja rétt sinn að þessu leyti út fyrir landsteinuna. Við höfum í þessari viku verið minnt á að stundum það sem þarf til. En það kannski fullmikið að sami einstaklingu þurfa að leita út í tvígang og það vegna álitaefna á sama réttarsviði. Og það okkur til áminningar að það var einmitt dómur Mannréttindadómstólsins afstöðu íslenskra dómstóla til tjáningarfrelsis frá árinu 1992 sem endanlega hratt af stað í starfi sem leiddi til lögfestingar sáttmálans hér á landi. Það því ástæða til þess að fagna því hversu margir eru samankomnir þessar ráðstefnu og fullt tilefni til þess að við lítum yfir farin veg og hugum að því hver hafa verið áhrif mannréttindasáttmálans á hinum ýmsu starfssviðum. Umræður og fróðleikur sáttmálann best til þess fallin og auka og bæta þekkingu á reglum hans. Á hinu leytinu við síðan spurningar sem við mætum í okkar daglegu störfum frá fólki. Hvað eru mannréttindi og hvers vegna eru þetta ekki mannréttindi? Þótt við förum ekki með valdheimildir til að kveða á slíkt mikilvægt að þeir sem hafa þekkingu á þessum málum taki þátt í umræðum þau. Með því tekst okkur vonandi að auka skilning á því hvað eins og ég kýsa nefna það viðurkennd mannréttindi og hvar kann að vera ástæðu til að bæta úr réttarvernd borgaranna.
Dæmin sanna líka að það er rétt að minna á þau orð í dómi Hæstaréttar frá 1988 að mannréttindaákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum. Ég vil að síðustu fyrir hönd aðstandenda ráðstefnunnar þakka frummælendum fyrir að gefa kost á sér til að fjalla þessi mál og við fáum að heyra sýn þeirra á þýðingu mannréttindasáttmálans frá ólíkum sjónarhornum. Og það er líka ástæða til þess að þakka ykkur sem hér eru mætt. Þó 20 ár síðan baki höfum við öll verk að vinna við að gæta þess að ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu sé fylgt í samskiptum hins opinbera við borgara þessa lands. Ég vil þakka Tryggva fyrir hans ávarp og það er vel við hæfi að minna á þátt Gauks Jörundssonar í því að það var farið í það að lögfesta mannréttindasáttmála hér. En næsti frummælandi er Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og Háskólans í Kaupmannahöfn. Davíð útskrifaðist frá lagadeild Háskólans árið 1985, stundaði LLM-nám við Djúk-háskóla 1987 og fékk doktorsgráðu í þjóðarétti frá Háskólanum í Strasbourg í Frakklandi árið 2013. Davíð Þór var dómari við Mannréttindadómstól Evrópu árin 2004 til 2013, prófessor við lagadeild HR 2003 til 2013, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands árin 1996 til 2003 og dósent við sömu deild frá 1989. Davíð Þór, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, góðir fundamenn, það er ánægilegt að sjá hversu margir eru mættir hér í dag og gefur vísbendingu að það sé talsverður áhugi fyrir mannréttindasáttmála Evrópu meðal lögfræðinga og annarra, ekki víst að það séu allir lögfræðingar hér inni. En það sem ég ætlaði að gera, ég ætlaði að fjalla hér dóma Mannréttindadómstóls Evrópu sem fordæmi og þá þegar að íslenski dómstólar fást við viðfangsefni þar sem er að finna ákvæði í mannréttindasáttmálanum Nú það sem útgangspunkturinn hjá mér, já, það er reyndar búið að ræða hérna svolítið lögfestinguna og bara svona til þess að rifja það eins upp að eins og hefur komið fram hjá Maríu og svo Tryggva að þetta eru megin hugmyndirnar með því að lögfesta sáttmálann, það er að segja að það er að styrkja vernd mannréttinda og eins þurfti að fylla þarna í eyður sem voru í íslenskum lögum og ákvæði mannréttindasáttmálans þóttu sumpart ítarlegri heldur en þá gildandi ákvæði stjórnarskrárinnar og ennfremur vegna tvíeðlisreglunar sem var vafalaust eftir að nefna hér nokkur sinnum í dag þá var tilgangurinn sá að gera einstaklingum kleift að bera fyrir sig ákvæði sáttmálans fyrir innlendum dómstólum og fyrir stjórnvöldum það líka og styrkja vitund og virðingu fyrir mannréttindum og þetta eru svona þessi megin markmið. En það sem ég ætlaði helst að ræða það er hér ákvæði sem er að finna í annarri grein laga sem lögfesta mannréttindasáttmála Evrópu og nú í ár eru 20 ár síðan að það gerðist og þess vegna erum við að halda þetta málþing hér. Í þessari annarri grein lagana sem lögfesta sáttmálann þá segir úrlausnir mannréttindanefndar Evrópu, mannréttindadómstóls Evrópu og ráðherranefndar Evrópuráðsins eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti. Nú skulum við bara taka út þarna mannréttindanefndina og ráðherranefnd Evrópuráðsins, þetta hefur ekki þýðingu lengur en hafði þýðingu á sínum tíma eða þar til fyrirkomulagi úrlausnarvalds var breytt 1998. Við skulum Þannig að það sem er að ræða hér er að ræða stöðu dóma mannréttindadómstólsins. Og að svo miklu leyti sem að eldri ákvarðanir hinna stofnananna hafa þýðingu, þá falla þær undir alveg sama hattinn. Og ástæðan fyrir því að þetta ákvæði var sett í lögin er tvíeðliskenningin. Það er að segja markmiðið var að halda sig innan tvíeðlisins að því varðar úrlausnir þessara stofnana, það er sem sagt dóma eða ákvarðana mannréttindadómstólsins.
Með öðrum orðum, þótt það væri verið að lögfesta ákvæði sáttmálans sjálfs, þá skildu dómarnir ekki hafa sama gildi að landsrétti. Með öðrum orðum, þeir eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti. Og þetta ákvæði vekur margar spurningar. Hvað er átt við með því að dómar mannréttindadómstólsins séu ekki bindandi? Það kemur ýmislegt til greina þarna og það er aðalega þrennt. Það er í fyrsta lagi að þeir fella ekki innlenda dóma úr gildi. Með öðrum orðum að þessi dómur sem kveðin var upp núna síðastliðin, núna í fyrr í vikunni, hann fellir ekki hæstaréttardómin úr gildi. Þess vegna er það misskilningur sem hefur komið fram í umræðinu að mannréttindadómstóllinn hafi snúið við dómi hæstaréttar í formlegum skilningi, þó að þetta sé það í ákveðnum efnislegum skilningi rétt. Sem sagt, dómar hæstaréttar standa óbreyttir. Síðan er annar möguleiki til að skilja þetta, að það er að ríkið sé ekki bundið að landsrétti til að framfylgja dóminum. Með öðrum orðum, það er ekki landsréttarleg skylda ríkisins að borga skaðabæturnar. Þetta er ein leiðin til að skilja þetta ákvæði. Og síðan er þriðji möguleikin og það er að þetta séu ekki bindandi fordæmi. Og nú ætla ég að fjalla þessa liði og með það að markmiði að meta þarna hvað áttir við og hvaða þýðingu þetta raunverulega hefur. Ef þetta hefur þá yfir höfuð nokkra þýðingu. Og í greinargerðinni sem fylgdi lögunum sem lögfestu sáttmálan þá er flöktað á milli þessara mismunandi merkinga í textanum. Þannig að maður lesa hann mjög nákvæmlega eftir því sem maður lesa nákvæmar því eiginlega óljósara verður fyrir manni hvað nákvæmlega var átt við með þessu. Og nú skulum við skoða einstök atriði. Fyrst er auðvitað rétt að benda á það að dómar mannréttindadómstólsins eru bindandi að þjóðarétti. Og nú er ég ekki að tala um landsrétt, ég er að tala um þjóðarétt. Og þetta er mjög skýrt af 47. grein sáttmálans þar sem segir að samningsaðilar heita því að hlíta endanlegum dómi dómstólsins í hverju því máli sem þeir eru aðilar að. Og síðan er mælt fyrir það að dómurinn er fenginn í hendur ráðherranefndinni sem sér að honum sé framfylgt, fylgist með því að bæturnar séu greiddar og málskostnaðurinn og svo framvegis. Í einum dómi Hæstaréttar þá hefur verið fjallað þetta hvað þetta þýðir og þar hefur þetta verið túlkað nokkuð þröngt að mínu mati og þetta er dómur í máli númer 604 frá 2008 í máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslenska ríkinu og það var reyndar annar dómur mannréttindadómstólsins sem var bakgrunninn að þessu máli en ég ætla ekki að fara út í það myndi taka alltaf langan tíma en í dómi Hæstaréttar segir af sáttmálanum verður ekki ráðið að aðildarríki hans séu skuldbundin til að rétta hlut kæranda á annan hátt en með greiðslu bóta. Þarna reyndi á það hvort að það kynni að vera skylda íslenska ríkisins að sjá til þess að það væru ákvæði í lögum sem heimiluðu endurupptöku málsins vegna dóma mannréttindadómstólsins. Og þá er aðalega verið að fjalla 7. greinarmál, þar að segja þar sem er að ræða brot á rétti til réttlátrar málsmeðferðar. Og þá hefur verið mikil umræða það hvort að skylda ríki til þess að taka upp málin ef það er það sem kærandi vill eftir að hafa unnið mál sitt í Strasborg. Þetta er ekki, svona heimild er ekki í íslenskum lögum og þarna segir Hæstiréttur og túlkar þetta þannig að það sé engin skylda umfram það bara að borga bæturnar og svo verður bara kærandi að fara heim til sín og láta við það una. En þetta er svolítið þröngur skilningur vegna þess að í raun hefur verið gengið lengra og það er litið svo á að ef að brot er að rekja til galla í lagasetningu eða slíkt þá verði að gera breytingar á lögum sem tryggi það að ekki verðum að ræða samskonar brot aftur. Og þetta er líka athyglisvert að setja og áhugavert að setja í samhengi við þessa nýjustu dóma eða nýja dóminn og það voru raunar 2 sambærilegir dómar kveðnir upp 2012 og það er að hvort það sé með einhverjum hætti skylda Hæstaréttar að bregðast við því og sjá til þess að brotin endurtaki sig ekki. Ég ætla ekki að fara að fullyrða það sé beinlínis skyldan þarna samkvæmt 47. grein en það er vel hægt að rökstyðja það að við getum sagt eitthvað sem er nálagt því að minnsta kosti. Svo ætla ég að vekja athygli á einum dómi sem sýnir að þetta er of þröngur skilningur í þessum tiltekna dómi Hæstaréttar og þetta er dómur í máli
Oleksandr Volkov gegn Úkraínu og ég hafði því lánið að fagna að ég hitti þennan ágæta mann, fyrirverandi dómara við Hæstarétt Úkraínu. Ég hitti hann síðastliðið sumar í Kænugarði þar sem var verið að funda með dómurum þar í landi. Honum hafði verið bolað úr embætti og hann fór í mál við ríkið og niðurstaðan var svo að það hefði verið brotin á honum réttur samkvæmt 6. grein sáttmálans þar sem hann naut ekki réttlátrar málsmeðferðar við þessa frávikningu. Og hann vann málið, þar að segja að niðurstaðan var svo að 6. grein hefði verið brotin og það sem athyglisvert að í dómsárinu segir þetta sem að ég hef tekið þarna upp: holds that Ukraine shall secure the applicant's reinstatement in the post of a judge of the Supreme Court at the earliest possible date. Og þessi dómur er endanlegur, hann fór sem sagt ekki í yfirdeildina og hann er endanlegur og þarna stendur þetta og þetta er mjög merkilegt og ég saknaði svolítið að fræðimenn hafi ekki diskuterað þetta meira og þetta vekur þetta alls konar spurningur það hvort að dómstóllinn hefur farið út fyrir valdsvið með því að segja þetta. En ég held að þessi dómur og ýmsar aðrir veiti mjög sterkar vísbendingar það að Hæstiréttur hefur túlkað þetta ákvæði 47. greinar nokkuð þröngt. Og ekki meir það, við getum tekið þetta upp í umræðanum og eftir ef áhugi fyrir því. Síðan ætla ég að ræða þennan möguleika, hann fell ekki úr innlenda dóma úr gildi og þetta kemur fram í greinagerð og þetta er þá vafalaust einn skilningurinn sem á að leggja í aðra grein lagana. Og það er alveg rétt að Mannréttindadómstóll Evrópu er ekki áfrýjunardómstóll. Hann metur aðeins hvort niðurstaðan í tilteknu innlendu dómsmáli er samrýmanleg sáttmálunum. Það hefur ekkert með það að gera að hinn innlendi dómur verður felldur úr gildi og það er engin ágreiningur það. Þannig að innlendir dómar standa þar með formlega og efnislega óhaggaðir og eru bindandi og fullnustuhæfir hafi þeim ekki þegar verið fullnusta. Þetta er svolítið merkileg staða. Og ef að til dæmis eins og í þessum meiðramálum, ef að kærandi hefur þegar greitt bæturnar sem Hæstiréttur dæmt hana til að greiða, þá getur dómur Mannréttindadómstólsins ekki verið grundvöllur að því að hún endurkrefji gagnaðilann það. Heldur beinist greiðsluskyldan að ríkinu. Með öðrum orðum, það að kærandi þurfti að leggja út peninga til þess að greiða út skaðabæturnar, hafa valdið honum, með því hafa íslenskir dómstólar, Hæstiréttur, ef er að ræða Hæstaréttardóm, valdið honum fjártjóni sem að ríkið verður síðan að bæta. Þannig virkar þetta. En hinn innlendi dómur stendur óhaggaður. Í dómasafni Hæstaréttar og á netinu standa dómarnir til dæmis óbreyttir og þar er enga athugasemd að finna að þeir hafi verið taldir andstæðir sáttmálunum. Þeir liggja þarna inni bara eins og hvert annað fordæmi. Og þá er spurningin, eru þeir fordæmi samt sem áður sem eru jafngild og hver önnur fordæmi Hæstaréttar eða eru þeir vítið til barnaðar? Og þá vaknar þessi spurning hvaða þýðingu þetta eiginlega hefur að hinn innlendi dómur, að dómur Mannréttindadómstólsins fell ekki hina innlendu dóma úr gildi. Síðan kemur þetta, er skylda að Landsrétti til þess að greiða bætur og svo framvegis. Og þetta er einn möguleikin til þess að skilja aðra grein þannig að það sé ekki að Landsrétti. Þetta sé eingöngu þjóðréttarskylda. Hvað þýðir það? Að dómurinn er sem sagt bindandi gagnvart Moldóvu og öðrum samningsríkjum en ekki gagnvart kærandanum sjálfum sem hefur fengið dóminn og sér dæmdar bætur af Mannréttindadómstólunum. Þeir eru ekki fullnustuhæfir og þetta er tekið fram í greinagerðinni þannig að þar á má leiða að þetta sé einn möguleikinn til þess að skilja aðra grein. Svo má líka bara velta því fyrir sér hvort að þetta er rétt vegna þess að 47. greinin er jú lögfest og við erum að minnast þess núna og líka 34. grein kærurétt einstaklinga. Með öðrum orðum, íslensk lög segja að íslenskir þegnar hafi rétt til að bera mál undir Mannréttindadómstól Evrópu sem kveður upp dóma sem eru bindandi að þjóðarétti. Og sú þjóðréttarskylda er líka lögfest. En látum það liggja á milli mála hvernig á akkurat að skilja þetta. Það liggur nærri að
þetta sé jafnvel ekki rétt sem segir í greinagerðinni að þeir séu ekki bindandi að þessu leyti. Eða skiptir þetta kannski engu máli vegna þess að ríkið hefur alltaf borgað hvort sem er. Og þetta, þegar ég var að velta þessu fyrir mér, þá myndist ég þessara orða úr Guðskjafarþulu og það var Íslandsbersi sem að var að gefa manni ráð og hann sagði, og þetta var nú sennilega á verðbólgutímum, miklum verðbólgutímum, svo það kann að skýra það sem þarna var sagt, en Íslandsbersi sagði einfallega að það á aldrei að borga reikning nema samkvæmt dómi Hæstaréttar. Kannski er það sem að þarna liggur að baki, að sá sem að hefur dóm mannréttindadómstólsins og hefur fengið dæmdar bætur og málskostnað, að ef að ríkið þumbast við að borga, þá verður hann að fá aðfararhæfan dóm innanlands. Kannski er það sem áttir við. En allt eru þetta spekulasjónur, þetta skiptir engu máli, þetta hefur enga hagnýta þýðingu vegna þess að ríkið hefur alltaf borgað og auðvitað mun það alltaf gera það vegna þess að það er ótvíræð þjóðréttarleg skylda. Síðan komum við að þessu sem ég átt að tala um og ætla nú loksins að fara að tala um það og það eru dómarnir sem fordæmi. Bindandi fordæmisskyldi dóma mannréttindadómstólsins verður ekki leitt að 47. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Hann fjallar bara þjóðréttarskylduna. Dómar mannréttindadómstólsins eru bara bindandi inter partes eins og sagt er, það er að sjá á milli aðilana, á milli einstaklingsins og milli viðkomandi ríkis. Þannig að þessi dómur sem kveðinn var upp gegn Íslandi er bindandi á milli kæranda og íslenska ríkisins. Hann bindur ekki Moldóvu og ekki Rússland og ekki Danmörku, bara Ísland. Og þetta er alveg eins og í öðrum dómsmálum þar sem að menn reka mál fyrir íslenskum dómstólum að niðurstaðan er bara bindandi fyrir aðilana. En það getur vel verið, og það er önnur spurning að dómurinn hefur kannski forsagnargildi það, hvernig innlendir dómstólar og Hæstiréttur muni leysa úr sambærilegum ágreiningi verði aðrir til þess að bera sama ágreining undir eða sambærilegan ágreining undir dómstólum. Og þeir eru ekki bindandi sem fordæmi og þetta er líka, kemur fram í greinagerðinni, það er verið að ræða þetta að þeir séu ekki bindandi sem fordæmi. Og það er verið að ræða þann möguleika að innlendir dómstólar megi skýra sáttmálan sjálfstætt og svo framvegis. En engu að síður, segir í greinagerðinni, er eðlilegt að gera ráð fyrir að innlendir dómstólar taki mið af dómum mannréttindadómstóls og svo framvegis. Þannig að það er svona opin, almenn umræða þetta á þess að það sé tekið mjög fast á málum. Kannski fyrst að víkja að þessu, að dómar mannréttindadómstóls, nú er það þannig að í hinu alþjóðlega samhengi er mannréttindadómstóll Evrópu fjarskalega merkileg stofnun og það er engin dómstóll, alþjóðlegu dómstól sem hefur fengið viðlíka verkefni á mannréttindadómstóll Evrópu og enginn þeirra hefur kveðið upp jafnmarga dóma eða tekið jafnmargar ákvarðanir og fáir þeirra eða engir eru jafn mikið sítiraðir út allar koppagrundir, líkum við að segja, og þá auðvitað alveg sérstaklega í Evrópu. Þannig vitnar auðvitað mannréttindadómstóll Evrópu sjálfur sífellt í eigin fordæmi og það er til þess að halda sig við þar sé að menn séu samkvæmir sjálfum sér og að eldri dómaframkvæmd hafi forsagnargildi hvernig sambærileg mál verða leyst síðar. Evrópudómstóllinn í Luxemburg hefur mikið vísað til dómamannréttindadómstóls Evrópu. Hann reyndar þykjast fræðimenn hafa merkt það að það hafi dregið úr því hinn allra síðustu ári en það er önnur umræða. Og síðan er EFTA-dómstóllinn sem við þekkjum sem hér hann hefur síterað dómamannréttindadómstóls Evrópu og dómstólar í einstökum ríkjum eins og til dæmis í Bretlandi og þótt kannski andstaðan við mannréttindasáttmálann sé meiri þar en í mörgum öðrum löndum þá hafa breskir dómarar ekki leið á liði sínu þarna og takast á við dóma mannréttindadómstólsins í innlendum úrlausnum. Meiri sé að Hæstiréttur Bandaríkjanna sem hefur vísað til dóms mannréttindadómstóls Evrópu. Þetta var nú svona bara út úr. En hvað gera íslenskir dómstólar? Jú, í þessum Hæstaréttardómi þarna sem ég ætla aðeins að ræða og sumir þetta á reyndar að vera 2010, ekki 2014,
Hæstaréttardómur 371/2010. Það má skilja það sem að Hæstiréttur segir í þessum dómi aðra grein, að hann sé fyrst og fremst hafandi í huga fordæmisgildi, en eins og ég skýrði áðan þá ekki víst að það eigi endilega að lesa aðra grein lagana með þeim hætti. En bæði í greinagerðinni og dómarnir flökta á milli mismunandi merkinga þarna. Dómar eru ekki formlega bindandi réttarheimild samkvæmt íslenskum fræði viðhorfum og í dómaframkvæmd. Þetta þekkjum við úr almennum lögfræðinans Ármanns Snævars sem við höfum lesið hana. Og þar af auðvitað leiðir á nokkurs annars að við myndum aldrei fara að líta á dóma Mannréttindadómstóls Evrópu sem bindandi. Það að segja sem fordæmi. Ég held að það hefði aldrei komið til greina, jafnvel þótt ekkert hefði verið tekið fram þetta í greinagerðinni við skýringum við aðra grein lagana. Og kannski bara önnur grein lagana alveg óþörf og þurft aldrei að setja hana og kannski hefur hún bara enga sérstaka merkingu þegar upp í staði. En svo það hitt, og ég ætla ekkert að fara að rekja það, að það eru þetta fjöldamargir dómar Hæstaréttar Íslands, allmargir skulum við segja, þar sem vísað hefur verið í dóma Mannréttindadómstóls Evrópu og stundum, og maður skildi þá kannski ætla að þeir hafi verið hafðir til hliðsjónar án þess að það sé vísað til þeirra sérstaklega. Og svo það auðvitað bara, geta menn haft ólíkar skoðanir á því hvernig á að skrifa dóma. Ég hefði haldið að ef þetta gert þá ætti að vísa í þá, það sé betra fyrir aðila málsins og þægilega fyrir þá að hafa slíkar tilvísanir til þess að átta sig á rökstuðningi í dómum. En það svo önnur saga. Í greinagerðinni þá verið að daðra við þann möguleika að íslenskir dómstólar geti skýrt sáttmálann sjálfstætt. Síðan svolítið dregið úr því og sagt eitthvað á þá leið að það sé nú kannski varla raunhæft að gera ráð fyrir að ekki sé tekið til dómaframkvæmdar og hún höfð til hliðsjónar og svo framvegis. En það verið að daðra við þetta að vegna þess að sáttmálinn hefur verið lögfestur þá geti íslenskir dómstólar nálgast þetta bara eins og íslensk lög og farið að skýra þetta sjálfstætt. Í þessu birtist ákveðin tegund af tvíeðliskenningunni sem svona, þar sem litið svo á að þetta 19. aldar þýsk fræði, þar sem að tvíeðliskenningin kemur fyrst fram. Það Heinrich Triebel heitir sá þýski fræðimaður sem setti þetta fram. Hann leit svo á að þjóðaréttur og landsréttur væru tvö eðlis ólík fyrirbæri og rökstuddi það í talsvert langu máli og þess vegna þarf að umbreyta þjóðaréttinum í landsrétt. Hans hugmynd var svo að þar með hefði þjóðarétturinn eðli þjóðréttarregluna breyst úr því að vera þjóðréttarregla yfir því að verða landsréttarregla. Og ef maður lítur á þetta frá þessu heimspekilega sjónarmiði þá það ákveðin rök til þess að segja úr því að þetta orðið landsréttur að þá geti innlendir dómstólar beitt sínum eigin túlkunar og skýringarreglum til þess að við beitingu slíkra sáttmála. En þessum kenningum og því að það sé til eitthvað sem heitir sjálfstæð skýring, þessu yfirleitt hafnað í fræðunum og þessu hafnað líka hjá dómstólum í flestum löndum, held ég. Og það vegna þess að þjóðréttarsamningar fela í sér gagnkvæmar skyldur og ef maður hefur gert samning við ykkur þá hefur maður ekkert rétt á því að túlka samningin eftir eigin höfði. Túlkunin hlýtur að verða leidd til lykta á einhvern hátt, annarkvort með þriðja aðila sem sker úr eða menn komið sér saman einhverja tiltekna merkingu. Þannig að sú hugmynd að það sé hægt að túlka sáttmálan einhliða eða sjálfstætt, hún gengur ekki upp. Og henni víðast hvar hafnað. Og þessi hugmynd, og svo reyndar líka þetta atriði sem að væri rétt að nefna og það að þegar við erum að tala þessa skýringarreglu, þar að segja skyldu til að skýra landsrétt til samræmis við þjóðarétt. Ef maður fyrir að hugsa það frá svona röklegu sjónarmiði, þá hlýtur það að verða niðurstaðan að krafan að maður skýrir landsrétt til samræmis við þjóðarétt hlýtur að byggja á því að þjóðréttarreglan sé í einhverjum skilningi æðri vegna þess að þetta ekki öfugt. Það að segja
við skýringu þjóðaréttar ekki tekið mið af skýringu landsréttar. Það að vísu kannski má hafa vissa fyrirvara þetta, en almennt felst þetta ekki í skýringarreglingunni, heldur það að landsréttarreglan skýrð til samræmis við þjóðaréttarregluna. Og umræða þetta og þetta daður sem að ég kýsa að kalla svo, að þetta birtingamenn annarar tegundar tvíeðliskenningar. Þetta skortir alveg í umræðu á Íslandi þegar við erum að tala tvíeðlisregluna. En ein birtingamynd hennar svona frekar pólitísk eða stjórnskipuleg sem kemur fram í ákveðinni tregðu til þess að taka við þjóðarétti og gera hann að hluta landsréttarins. Það að segja, þetta þá hinn pólitíska og stjórnskipulega tvíeðliskenning sem að væntanlega líka liggur að baki öllum þessum athugasemdum sem að finna í greinargerðinni með lögunum við aðra grein lagana. Nú síðan þarf við að velta fyrir okkur fordæmisgildinu eða hvort að innlendi dómstólar eiga að taka mið af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Þá koma upp mörg lagapólitísku rök sem að erfitt að vera ósammála. En það eitt sem að ég ætlaði aðeins að getum í þessu sambandi, og það og það skiptir máli fyrir það umræðuefni sem að hér í gangi, að 1995, þar að segja cirka ári eftir að Mannréttindasáttmálinn var lögfestur, þá voru gerðar mikla breytingar á íslensku stjórnarskránni, og það var þannig staðið að þessari stjórnarskrárbreytingu að það var tekið mið af alþjóðlegum skuldbindingum á sviði mannréttinda. Og þær megin hugmyndir sem komu fram í þessum sáttmálum voru færðar inn í stjórnarskrána. Þetta alltaf orðað þannig í greinargerðinni að sé verið að taka mið af þessum sáttmálum og svo framvegis. En þegar maður fer að velta því fyrir sér hvað var verið að gera þarna, þá verða svörin mjög óljós. Hvað þýðir það að það var tekið mið af Mannréttindasáttmála Evrópu þegar að stjórnarskráni var breytt? Hvað nákvæmlega gerðist? Var Mannréttindasáttmálinn kannski bara settur í stjórnarskrána? Og var jafnvel aðrir alþjóðlegir sáttmálar sem ekki hafi verið lögfestir líka teknir inn í stjórnarskrána? Ef maður les greinargerðina þá tvist og past tilvísanir í skýringum við einstakar greinar, tvist og past tilvísanir í hérna ýmsu alþjóðlegu sáttmála og sagt að það var tekið mið af þessu og svo framvegis. En hvað gerðist í raun? Búið að setja alla þessa alþjóðlegu sáttmála bara í stjórnarskrána? Þetta kannski mest valdaframsal sem að nokkuð tíman hefur farið fram í íslenskri réttarsögu? Ég spyr. Þýðir þetta líka að við erum búin að skuldbunda okkur til þess að taka mið af úrlausnum hinna ýmsu alþjóðlegu stofnana sem sumar hafa ekki bindandi úrskurðarvald nota bene. En þetta í raun og veru efni í alveg nýja ráðstefnu. Þetta er stór mál og þetta hefur lítið verið rætt, satt að segja, þessi aðferðafræði sem að þarna var notuð og hvað hún raunverulega felur í sér. Nú, lagapólitísk rök, það það að markmiðið var að styrkja mannréttindavernd í samræmi við sáttmála eins og hann hefur verið skýrður af Mannréttindadómstólum og auðvitað þarf þá að taka mið af þeim dómsúrlausnum og svo framvegis. Þetta nú svona augljósir hlutir þannig að ég ætla ekki að tefja við það. Ég ætla að fara bara í síðustu glæruna vegna þess að ég held að María sé orðin óþolinmóð að ég fara að hætta þessu svo ég seti ekki alla dagskrána á skorðum. Og það þessi dómur þarna 371 2010 og þarna tilvísunin rétt, það var 2014 áðan sem ekki rétt. Þarna var verið að ræða samspil Mannréttindasáttmálans sem hefur verið lögfestur og íslenskra laga og þetta skattakerfið sem þarna undir. Það að segja að þetta tvöfalda skattakerfi að fyrst lagt 25% álag á skattin hjá mönnum og síðan kemur refsivendurinn á eftir þeim og þá þarf að refsa þeim til viðbútar. Og þá hafa vaknað þær spurningar hvort þetta fari gegn ákvæðum sáttmálans sem að banna það sem að heitir á ensku double jeopardy, þar að segja mönnum sem gerir refsing tvisvar fyrir sama brotið. Og nú þurfum við ekkert að hafa sérstakar áhyggjur af þessu ágreiningsefni sem slíku. En Hæstiréttur segir þarna í þessum dómi, með ákvæði þessu hefur löggjafinn áréttað að þrátt, og nú hann að vísa í aðra grein sáttmálans,
Með ákvæði þessu, lagana sem lögfesta sáttmálan fyrirgefiði. Með ákvæði þessu hefur löggjafinn áréttað að þrátt fyrir lögfestingu sáttmálans sé enn byggt á grunnreglunni tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar að því varðar gildi úrlausna þeirra stofnana sem settar hafa verið á fót samkvæmt sáttmálanum. Þó dómstólar líti til dóma mannréttindadómstólsins við skýringu sáttmálans þegar reynir á ákvæði hans sem hluta af íslenskum landsrétti, leiðir af þessari skipan að það verkefni löggjafans að gera nauðsynlegar breytingar á landsrétti til að virða skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu. Og þetta gefur mér tilefni til þess að spyrja þegar þessi orð sérstaklega voru rituð, hvort að Hæstiréttur hafi virkilega gleymt því að það var búið að lögfesta sáttmálann. Vegna þess að staðan sú og vegna lögfestingarinnar þá sáttmálinn gildandi íslensk lög. Ef það eru önnur lög í gildi sem rekast á við hann, á við sáttmálann, hvers hlutverk það þá að skera úr þeim árekstri og taka afstöðu? Ef það rétt sem Hæstiréttur segir þarna að það sé hlutverk löggjafans að skera úr það í hvert skipti sem að koma upp árekstar milli laga, þá hefði Alþingi meira að gera heldur en það hefur í dag og dómstólarnir kannski minna, sem þá kannski ágætt. En auðvitað þetta ekki rétt. Auðvitað það típist hlutverk dómstóla að skera úr árekstur lagaákvæða. Þannig að það gegnir svolítið furðu að Hæstiréttur skuli vísa þessu til löggjafarvaldsins. Nú auðvitað þannig að þetta mál stórt í sniðum og varðar mikilsverða hagsmuni og kannski skiljanlegt að þessi hugsun hafi læðst að Hæstarétti að þetta væri ekki hans hlutverk að fjalla þetta og kannski þá síður að taka ákvörðun sem leiddu til þess að þetta kerfi kynni að hrynja til grunna. Síðan auðvitað það líka í dóminum að finna umræður dóma mannréttindadómstólsins og komst að niðurstöðu að dómafordæmi séu óskýr og svo framvegis. Og það kann að hafa blandast þarna inn í milli. En þessi setning sem slík, hún fær ekki staðist að mínum mati vegna þess að það einmitt akkurat hlutverk dómstóla í lýðræðisríki að skera úr árekstur lagaákvæða. Og þessar aðstæður koma upp að því haldið fram að mannréttindasáttmálinn segi eitt en íslensk lög annað og þá það hlutverk dómstóla að skera úr það. Síðan auðvitað fróðlegt að skoða þá dómaframkvæmd og hvernig hún hefur öll verið, en það líka jafnvel efni í aðra ráðstefnu og ég ætla að hætta núna og vonandi var eitthvað áhugavert í þessu hjá mér og þakka kærlega fyrir. Ég vil þakka Davíð Þór fyrir stórskemmtilegt erindi og þarna kom nú fram svona rökstudd gagnrýni á Hæstarétt skulum við segja sem miklu meira við hæfi. En næstu tekur til máls Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður, en hann einn eiganda lögmannsstofunnar Réttur Aðalsteinsson og Partners sem hann stofnaði árið 2002. Ragnar útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1962, fékk málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi sama ár og varð hæstaréttarlögmaður árið 1966. Ragnar var stofnandi og eigandi lögmannsstofunnar Aðalsteinsson og Partners, síðar AP-lögmenn árið 1985 til 2000. Hann hefur rekið eigin lögmannsstofu frá árinu 1969, þar á meðal málflutningsskrifstofuna Borgartúni 24. Og Ragnar ætlar að fjalla áhrif mannréttindadómstólsins og mannréttindasáttmálans á dómaframkvæmd frá lögfestingu mannréttindasáttmálans. Gerðu svo vel, Ragnar. Fundarstjóri, ágæta samkoma. Í þessu erindi mínu verður einkum fjallað áhrif sáttmálans og dómstólsins. Þegar ég tala sáttmálan á við Mannréttindasáttmála Evrópu og þegar ég tala dómstólan á við Mannréttindadómstóla Evrópu og þegar ég tala réttinn þá í Hæstarétt. Ég vona að það skiljist. Þá ætla ég að fjalla sem sagt áhrif
sáttmálans og dómstólsins á dómaframkvæmd og þá einkum og sér í Hæstaréttar. En til þess að fjalla áhrifin frá lögfestingu talið verður ekki hjá því komist að greina frá beitingu Hæstaréttar á ákvæðum sáttmálans fyrir lögfestingu. Það er ekki unnt að gera grein fyrir áhrifum sáttmálans og dómstólsins á íslenska dómaframkvæmd og því hvort lögfestingin hafi breytingar á dómaframkvæmd í för með sér, nema með því að kanna hver áhrif sáttmálans ólögfests var á dómaframkvæmdina fyrir lögfestingu. Og ég mun síðan lítillega minnast á afstöðu Hæstaréttar til kenninganum eineðli og tvíeðli og huga því og þá hvaða áhrif sú afstaða réttarins hefur á dómaframkvæmdina í málum sem varða sáttmálan. Og ég ætlaði að rekja að nokkru áhrif dómstólsins á Hæstarétt í dómaframkvæmdinni, en þar sem að Davíð Þór hefur þegar fjallað það, þá mun ég varla minnast á það. Ég mun lítilega reyna að skoða takmörkunarákvæðin í mannréttindasáttmálanum og bera þau saman við takmörkunarákvæðin í stjórnarskránni. Þá er ég að tala 8. til 11. grein sáttmálans og það sem fjallað einkalífið, trúfrelsið, tjáningarfrelsið, funda- og félagafrelsið og sjá hvernig Hæstiréttur hefur farið með þessar takmörkunarreglur við túlkun stjórnarskrárinnar. Það er þó tvennt sem ég vil aðeins minnast á í upphafi, bara fána dagsetningar, kannski bara 2, sem þarf að hafa í huga þegar fjallað áhrif sáttmálans og dómstólsins á íslenska dómaframkvæmd og ég ætlaði að segja ykkur heilmargar tölulegar staðreyndir, ég hætti við það að mestu. En það er dagsetningar sem ég ætla að minnast sérstaklega á eru þetta 30. maí 1994 þegar lögfestingin tekur gildi með lögunum sem að Davíð Þór vitnaði í 62/94 og síðan liðlega ári síðar 5. júlí 1995 þegar hinn endurskoðaði mannréttindakafli eða réttindaskrá stjórnarskrárinnar tekur gildi. Þarna líður rúmt ár frá lögfestingunni til endurskoðunarinnar og það skiptir miklu máli vegna þess að fyrir endurskoðun Alþingis á réttindaskránni þá var verulegur munur á réttindaákvæðum hennar og sáttmálans en við stjórnarskrárbreytinguna þá varð all veruleg breyting til samræmingar við stjórnarskrárbreytinguna að minnst kosti að þér varðar mörg kjarnaatriði sáttmálans. Það er yfirlega minnst á sáttmálan í forsendum dóma Hæstaréttar. Oftast eru það lögmenn sem að vitna í sáttmálan og Hæstaréttur svarar engu, en stundum svarar Hæstaréttur. Ég telst til að frá upphafi hafi verið minnst á sáttmálan 1114 sinnum í forsendum Hæstaréttar eða í dómum héraðsdóms sem að staðfestir hafa verið og í langflestum tilvikum það málsaðilar sem að vísa í sáttmálan á þess að Hæstaréttur taki afstöðu, en stundum tekur Hæstaréttur auðvitað afstöðu, en það er í verulegu minnihluta mála. Fyrir lögfestinguna þá hygg ég að verið vísa svona 60 sinnum í sáttmálan og það er lang oftast vísað í 7. greinina eða cirka 340 sinnum og síðan 130 sinnum í eignarréttarviðaukann og síðan er stundum einungis vísað í mannréttindasáttmálann í heild sinni án skilgreiningar 80 sinnum eða svo. Og þessar tölulegu upplýsingar segja okkur svo sem ekkert áhrif sáttmálans og dómstólsins á íslenska dómaframkvæmd, en hún segir okkur að sáttmálinn og dómar dómstólsins eru lífandi gerningar, ef við köllum það því nafni, í hugum lögmanna og dómara hér á landi og þeir telja að sáttmálinn og dómar mannréttindadómstólsins skipti miklu máli og lögmenn eru sífellt að reyna að fá viðurkenningu á réttindum skjólstæðinga sinna með því að bera fyrir sig
ekki bara ákveðin heldur fyrst og fremst dómana. Þannig að lögmenn líta svo á að það skipti öllu máli skilning af sáttmálanum, hvernig dómstóllinn hefur túlkað ákvæði sáttmálans. Ég held að fyrsti dómurinn sem að vitnaði í sáttmálan, svo ég hafi rekist á, það er Millwood dómurinn 63 og það sem er merkilegt við hann auðvitað það að þar beitti Hæstiréttur mannréttindasáttmálanum til þess að tryggja stöðu ríkisins gagnvart erlendum borgara. Þetta er frekar óvenjulegt því að eins og segir í frægum dómi sem að Davíð Þór vitnaði í að þá er ákvæði mannréttindi sett til verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum. Og iðulega þá var tekið fram í dómum Hæstaréttar fyrir lögfestingu að sáttmálinn hefði ekki lagagildi hér á landi en stundum var því nýtt við að hvað sem því liði að þá stæðist ákvæði landslaga ákvæði sáttmálans. Til að mynda er sagt árið 1986 í máli að ákvæðum 7. grein sáttmálans hafi ekki verið veitt lagagildi hér á landi, breyta þau ekki þeirri lögbundnu skipan sem að fram hafa greint. Og hér er verið að tala sjálf á dómstóla skipanina og er rétt að hafa þennan dóm í huga þegar kemur til ársins 1990. Þá dregur til tíðinda í Selfoss fulltrúamálinu, Selfoss fulltrúadómnum frá 1990/72, þar sem að fjalla verið hæfi sýslumannsfulltrúans á Selfossi. Þá segir að það verði að fallast á það með mannréttindanefnd Evrópu að almennt verði ekki talið næg trygging fyrir óhlutdrægni í dómstörfum þegar sami maður vinnur bæði að þeim og lögreglustjórn. Þarna var dómstólaskipuninni umbylt hinn íslensku og því hefur verið haldið fram að þessi dómsniðurstaða hafi verið skýring á landsrétti. Það er auðvitað vonlaust að reyna að styðja þá staðhæfingu en eins og Davíð Þór bent á þá hefur Hæstiréttur haldið dauðahaldi í tvíeðliskenninguna og hefur ekki sleppt í haldi síðan. Nú aðrir til þess að hafa sýnt fram á að það hafi ekki verið unnt að komast að niðurstöðunni árið 1990 nema að beita ákvæði mannréttindasáttmálans beint og það var að mínu viti gert og þetta er eitt svo stóri vandi sem að Davíð Þór þegar fjallað það er þessi staða mannréttindasáttmálans út frá tvíeðliskenningunni að það sé stjórnskipunarregla hér á landi að aðgreina skuli landsrétt og þjóðarétt og þjóðaréttin þurfi að innlíma með tilteknum hætti í landsréttin. 2 árum seinna kemur dómtúlksmálið og þar var algjörlega ljóst hvað stóð í íslensku lögunum. Dómtúlskostnaðurinn skyldi falla á dómfellda og það var alveg jafn skýrt hvað stóð í mannréttindasáttmála Evrópu. Dómtúlskostnaðurinn skyldi ekki falla á dómfellda. Sá kostnaður var honum óviðkomandi. Það er auðvitað engin vandi að skýra þetta ákvæði, sagði Hæstiréttur í mannréttindasáttmálanum. Það stendur að þetta sé ekki kostnaður, ekki okkur að þetta sé kostnaður og við skulum skýra íslensku lögin þannig að það eigi ekki að fella kostnaðin á dómfellda hvað svo sem að lögin segja. Og að halda því fram að þetta sé skýring á lögum, það er ekki staðist venjulega rökfræði, venjulega rökreglur í lögfræði og þess vegna var þetta einungis staðfesting á því að nú var tvíeðlið að láta undan. Það var ekki hægt að notast við mannréttindasáttmálann, ekki einu svona fyrir lögfestingu, nema að víkja af minnskosti til hliðar að hluta til tvíeðliskenningunni. Nú síðan gerist það 1992 að Hæstiréttur segir að Íslendingar hafi einnig að alþjóðarétti skuldbundið sig til að tryggja íslensku þegnum viss mannréttindi og beri við túlkun laga að líta til slíkra sáttmála þótt ekki hafi beint lagagildi hér á landi og vísa bæði í sáttmálan og vísa síðan í sáttmálan, sérstaklega 8. greinina og þannig verða að halda til haga viðhorfinu tvíeðli réttarins eftir að dómstólsmáli gekk.
Eftir lögfestingu árið 1997 þá fjallað stöðu sáttmálans í endurupptökubeiðni Sævars Marino Ciesielski. Það var að vísu ekki dómur en þeir sem undirrituðu þá úrlausn voru 6 af dómurum Hæstaréttar og 7. dómurinn var Héraðsdómur Reykjavíkur, nú dómur í Hæstarétti. Og þar sagði að dómarnir 90 og 92 sem var að vísa í að þeir fólu í sér breytta afstöðu til áhrifa mannréttindasáttmálans við skýringu Landsréttar, þeim stefnubreytingum notkun réttarheimilda, þetta réttarheimild, til að gáðsla það, áliti 7 dómarana, verður þó ekki gefið gildi aftur til þess tíma þegar þeim var beitt á annan hátt við úrlausn mála. Þetta er þetta dauðahald sem ég minnst á áðan í tvíeðliskenninguna. Að þetta hafi verið stefnubreyting í dómstólsmálinu og í Selfossmálinu og að sú stefnubreyting hafi engin áhrif á réttarástandið fyrir 1990 og það þýði ekkert fyrir sakaða menn eða dómfellda menn sem óskaði eftir endurupptöku að halda því fram að réttarástandið fyrir 1990 hafi verið eins og það var 1990 allt á tímum hins ólögfesta mannréttindasáttmála. Og síðan segir Hæstiréttur 18. maí 1995, þá dögum fyrir gildistöku stjórnarskrárákvæðanna mannréttindi, að Hæstiréttur hafi þegar fyrir gildistöku lögfestingarlaganna kveðið á það í dómum sínum að skýra beri íslensk lög þar á meðal stjórnarskrána á þann veg sem væri í bestu samræmi við sáttmálann og síðan vísað í þessa 2 dóma sem ég fjallað og 2 í viðbót. Og þarna kemur samræmis skýringar aðferðin. Hún að vísu að mínu viti afar augljós vegna þess að það hægt að teygja samræmis skýringu eins langt sem manni sýnist hverju sinni. Það hægt að þrengja hana eins og Hæstiréttur stundum gert og síðan þetta víkka hann út þannig að hún ná yfir næstu því hvað sem ef á þarf að halda eins og í dómstólsmálunum ef það var samræmis skýring. Þetta ítrekað 1998 þegar sagt að Hæstiréttur hafi fyrir lögfestinguna talið rétt að skýra íslensk lög til samræmis við ákvæði samningsins, enda það viðurkennd regla norrænu rétti að skýra lög til samræmis við alþjóðasamninga sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur Þarna ekki verið að tala bara mannréttindasáttmálann, heldur alla þá mannréttindasamningar sem Ísland var aðild að, enda þóttir hafa ekki verið lögfestir. Og niðurstaða mín af þess svo að enda þótt Hæstiréttur hafi beitt ákvæðum sáttmálans sem Landsréttur væri fyrir lögfestinguna í nokkrum tilvikum, þá Hæstiréttur enn ekki reiðubúinn að fallast á að svo hafi verið gert. Þess í stað heldur dómstóllinn því fram, rétturinn því fram, og heldur fastu þá afstöðu sína að grunnreglur tvíeðli hafi verið ráðandi við beitingu sáttmálans fyrir lögfestingu hans. Á þetta geti ég ekki fallist, enda hefur Hæstiréttur ekki í dómum sínum fært samferrandi rök fyrir þessari niðurstöðu. Og dómarnir 1992 gengur miklu lengra í einhelli sátt en svo að unnt sé að fallast á að breytta afstöðu til skýringar og Landsrétti hafi verið að ræða. Og þá rétt að minna á að í sambandi við tímabiliður lögfestingu á dóm frá 89 trúnaðarmann og uppsókn hans þar telur rétturinn þjóðréttarsamning mannréttindi, þar á meðal mannréttindasáttmálann, til lögskýringar gagna. Hann réttarheimild og hann lögskýringargagn og sagði samninga þessa sem vísað var til gera ráð fyrir undantekningum frá reglum friðhelgi einkalífs vegna annarra þjóðfélagshagsmuna. Og síðan spurningin þessi, hvað ef eitthvað breyttist á lögfestingunum fyrir 20 árum með hliðsjón af því sem ég hef nú rakið. Og enn verð ég að fjalla nokkra dóma frá því fyrir lögfestingu til þess að reyna að útskýra þá væntanlegu niðurstöðu mína. Það hafi ekkert breyst sem máli skiptir.
Ég vil aðeins vekja athygli á dómnum í máli Péturs Sigurðssonar frá 2008 þar sem hann segir að það verði ekki séð að Íslenska ríkið hafi með aðild sinni að mannréttindasáttmála Evrópu undirgengist á þjóðréttarlegu skuldbindingu. Þar sem að Davíð Þór minntist á þetta, þá vil ég aðeins leggja áherslu á það að það vekur spurn í mínum huga hvers vegna Hæstiréttur fjallaði ekkert stöðu sáttmálans sem landsréttar í þessum dómi miðað við þetta upphaf. Lögfestingu sáttmálans var að sjálfsögðu ætlað að hafa í för með sér að ákvæðin eru hluti landsréttar. Borgararnir gætu borið þessi ákvæði fyrir sig í dómsmálum og byggt á þeim í samskiptum við stjórnvöld en einnig í samskiptum við sín á milli. Og þegar hugar að því hvort að það hafi tekist að ná því markmiði og hvort einhver breyting hafi orðið á afstöðu Hæstaréttar til sáttmálans við lögfestinguna, þá verður enn að líta til þess hvernig Hæstiréttur hefur skýrt sáttmálann og áhrif hans á landsrétt og þá kemur til álita að skoða áhrifin á almenn lög, áhrifin á stjórnarskrána og einnig hvort að Hæstiréttur hefur tileinkað sér aðferðafræði mannréttindasáttmála Evrópu. Og nú líður tíminn hratt, miklu hraðar en ég bjóst við, en við sjáum til. Það sem sagt áhjákvæmlegt að vísa til örfára dóma varðandi til dæmis stöður sáttmálans gagnvart almennum lögum. Hvernig voru fyrir 1994 og þá fyrst árið 1993 þar að fjallað dráttar rekstri máls í höndum ríkissaksóknara og sagt að drátturinn brjóti í bága við 1. málsgrein 138. greinar OML og sé andstöðu við ákvæði 1. málsgreinar 7. greinar mannréttindasáttmála Evrópu. Og þannig er lögð áhersla á það við túlkun landslaga og jafnvel beitingu hvernig ákvæðin er í sáttmálanum. Og aftur 2005 atvik fyrir lögfestingu en dómur eftir lögfestingu að það er vísað í 7. grein mannréttindasáttmála Evrópu svo sem mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt það ákvæði. Þarna finnst dómnum allt í lagi að vekja athygli á því ekki bara hvernig ákvæði hljóðar í sáttmálanum heldur hvernig það hefur verið túlkað af sjálfum dómstólnum. Og út frá því þá segir að Íslenska ríkinu sé skylt að sjá svo að þegna þessu unnt að sanna vanhæfni til greiðslu málsvarnarlauna í opinberu máli við innheimtu slíks kostnaðar þótt dómar Mannréttindadómstóls Evrópu, nú kemur fyrirvarinn, séu ekki bindandi að íslensku landsrétti, samanber 2. grein lögfestingarlaganna, er rétt að líta til skýringa hans á áðurgreindu ákvæði. Þetta er sem sagt atvik fyrir lögfestingu. Og síðan 2010 segir að til þess að það komið til greinast á því förstu að þessi skipan skattamála, það er dómurinn sem að Davíð Þór vísaði í, fái ekki staðist vegna ákvæða mannréttindasáttmála Evrópu, verður að minnsta kosti að liggja skýrt fyrir að íslensk lög fari í bága við þau eftir atvikum í ljósi dóma Mannréttindadómstólsins. Þeir hafa líka gildi þarna í þessum dómi. Vandinn er þessi hvað rekst á annars horf í meðferð Hæstaréttar og íslenskra dómstóla á ákvæðum Mannréttindadómstólsins og dómum ákvæðum Mannréttindasáttmálans og dómum dómstólsins. Og það eru líka fjölmargir dómar það að skýra beri stjórnarskrána með hliðsjón af í ljósi eða með tilliti til sáttmálans og þó er tekið fram í dómi 1988 að jafnvel árekstur á milli ákvæða sáttmálans og stjórnarskránar mundu enda ekki sjálfkrafa hagga settum stjórnarskrárákvæðum. Það er gefið í skyn að sáttmálinn kunni að geta haggað þeim en þá ekki sjálfkrafa. Það verður eitthvað annað að koma til, verður ekki fullkomlega ljóst hvað það er. Og sama gerist í staðarhaldaramálinu 1992 og í árið 1992 er sagt að Íslendingar hafi, eins og áður var sagt, að alþjóðarétti skuldbundið sig til að tryggja íslensku þegnum viss mannréttindi og ber við túlkun laga að líta til slíkra sáttmála
þótt ekki hafi þeir beint lagagildi. Ekki beint lagagildi, þannig er nýtt hugtak. Þeir hafa lagagildi en ekki beint lagagildi. Þetta hefur rétturinn ekki skýrt. Og síðan koma klassíski dómar að skýra fyrir íslensk lög, þar að meira stjórnarskrána á þann veg sem væri í bestu samræðum við sáttmálann. Og síðan finnst mér að vera nokkuð merkilegu dómar á 1999 sem fjallar réttinn til kosninga. Vegna þess að í þeim dómi rétturinn til að taka þátt í kosningum eingöngu byggður á 3. grein 1. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu en ekki verið að skýra eitt íslenskt lagaákvæði til samræmis við það ákvæði réttinn til kosninga. Og þarna eru áhrif sáttmálans bein og millilega laus á niðurstöðu Hæstaréttar. Nú síðan ætlaði ég að fjalla, eins og ég sagði áðan, dóma Mannréttindadómstólsins og áhrif þeirra á dóma framkvæmdina og ég ætlaði að vísa í ýmis merkileg gögn því til stuðnings en ég verð að leyfa mér að vísa til þess sem að Davíð Þór sagði, við erum að mestu leyti sammála eða jafnvel að öllu leyti. Ég vil minna það að ef að niðurstaðan verður svo að Hæstiréttur geti sniðgengið túlkun og skýringu Mannréttindadómstóls Evrópu á ákvæðum samningsins, þá þurfa borgarar þessa lands að gera eftirfarandi. Höfðu mál fyrir héraðsdómi, síðan í Hæstarétti, fara síðan með það til Strasborgar og koma svo tilbaka og innheimta kröfur sinni á ríkinu. Það sér það hver maður að við getum ekki samþykkt að Hæstiréttur geti leyft sér slíkar vinnuaðferðir sem þessar að ætla sér að komast að öðrum niðurstöðum efnisákvæði sáttmálans og ganga gegn honum í einstökum dómum. Markmiðið með þessu öllu er það að koma í veg fyrir að við þurfum nokkur tímar að sækja til Strasborgar. Við eigum að geta fengið réttind okkar viðurkennt hér fyrir íslenskum dómstólum án milligöngu Strasborgar. Og þá er auðvitað spurningi þessi, hefur Hæstarétti tekist að tileinka sér þá aðferðafræði sem notuð er við túlkun sáttmálans og skýringar í Strasborg. Og í stað þess að gera stytta málum mitt sem allra mest, þá ætla ég að leyfa mér að vísa til þess sem að gerðist fyrr í vikunni þegar að dómur var kveðinn upp í máli blaðamanns gegn íslenska ríkinu og þar bendir allt til að dómstólnum hafi ekki tekist eins vel til og ætla mætti af honum, einkum og sérlega með hlýsum af því að við fengum kennslustund í máli Þorgeirs Þorgeirssonar á sínum tíma, löngu fyrir lögfestingu og okkur á að vera kunnugt hvernig á að beita tjáningarfrelsisákvæðum Mannréttindadómstóls Evrópu og stjórnarskrárinnar. En okkur hefur ekki tekist það og þar á meðal eru viss vandræði hjá íslensku dómstólum að fjalla mörkin á milli staðrendir og gildisdóma og líka þetta með pressing social need. Okkur gengur ekki vel að átta okkur á því hvenar slíkt skilyrði knýjandi samfélagsleg nauðsyn er til þess að beita menn harðræðum út af ummælum opinberlega. Og ég ætla að láta hjá líða þetta skipti að tala takmörkunarákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmálans. Mér finnst ekki tími til þess. En aðeins í álokin þá er niðurstaðan eins og að það sé óhjákvæmilegt að breyta annarri grein í lögfestingalögunum og því fyrir því betra. Og þú breyting þarf eiginlega að fela í sér einhvers konar efnislega afstöðu til þess hvaða gildi hvort að íslenski dómstólar eigi að hafa hliðsjón af dómum Mannréttindadómstólsins við túlkun sáttmálans til þess að skapa hér meira réttaröryggi. Og öðru lagi þá þarf líka að festa í lög ákvæðum það hver séu réttar áhrif dóma Mannréttindadómstólsins hér á landi fyrir þá sem að sækja restin þangað
eins og sum ríki hafa þegar sitt leitt í sín lög. En ég mætti í lokin í rúma mínútu tala um mál sem að kennt við Gestur Jónsson og Ragnar Hall og Hall. Þar í íslensku lögum segir ekkert það í sakamálalögunum hvort að það eigi að leggja það sérstaklega fyrir verjendur sem að dómari hyggst láta sæta ákúrum eða refsingu. Það segir ekkert að gefa þeim kost á að tjá sig áður en að ákúrum tekinu refsinguna. Hæstiréttur héraðsdómur beitti refsivendi sínum gagnvart þessum verjendum tveimur. Hæstiréttur sagði, já, það allt í lagi að þeir haldi uppi vörnum á einu dómstigi. Það þarf ekki að endurskoða. Hæstiréttur fullfærum að fjalla þetta án þess að skoða sönnunarfærslunni hér eða og svo framvegis. Það engin endurskoðun. Hæstiréttur sá ekkert prinsipp í þessu máli. Í Noregi þá gekk dómur 1997, það var að vísa í einkamáli. Þar eru aðstæðurnar þær að það stóð beinlínis í málsmeðferðarlögunum þar, réttarfarslögunum, að dómari í héraði þyrfti ekki að gefa verjendum kost eða lögmönnum kost á að tjá sig áður en hann beitti það á refsingum. Svona mál kom fyrir Hæstarétt 97 og Hæstaréttur Noregs hann blés á þetta ákveði í lögunum. Hann lét það ekki hefta sig í því að beita megin reglum réttaröryggi svo sem þær birtast meðal annars í 7. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Og hann taldi með öllu ófært að hann fara að fjalla málið á sama hátt og Hæstiréttur Íslands gerði og gefa lögmönnum kost á að koma að gögnum og málflutningi þar. Málið yrði ekki rekið með þeim mæti. Það vantar þessa stóru sýn íslenskra dómstóla á mannréttindaákvæði eins og það birtast í alþjóðlegum sáttmálum og í stjórnarskránni. Við nálgumst þessi mál með allt og þröngum hætti og áttum okkur ekki á því hver tilgangurinn er. Ef til vill er líka auðvitað að kenna okkur lögmönnum það að hafa ekki uppfrætt dómstólana eða sýnt dómstólana nægilega vel fram á það hvernig eigi að beita ákvæðinu. Takk fyrir. Ég vil þakka Ragnari fyrir stórgott erindi, hann alltaf beittur í gagnrýninni, Svendranær, en síðasti fyrirlesari fyrir kaffihlé er Ásgerður Ragnarsdóttir, héraðsdómslögmaður og einn eigenda Legslögmannsstofan, hún hefur starfað þar frá árinu 2008. Ásgerður útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2004, fékk málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 2005 og lauk LLM gráðu frá Cambridge Háskóla 2008. Áður starfaði Ásgerður sem aðstofamaður hæstaréttardómara og sem lögfræðingur á lagaskrifstofu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Hún hefur sinnt stundakennslu á sviði mannréttinda við lagadeild Háskóla Íslands frá 2008, verið prófdómari við sömu deild og setið í stjórn mannréttindastofnunar sama skóla frá árinu 2009 og Ásgerður ætlar að fjalla áhrif mannréttindasáttmálans og störf lögmanna. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Já, góðir fundagestir. Ég er komið hér sem fulltrúi lögmanna, þannig að erindi mitt mun bera þess merki og kannski svona frekar á praktískari nótum heldur en þessum fræðilegu sem við fengið að heyra hingað til. Og ég reyni nú að víkja fræðunum líka. En ætlan hjá mér er að fjalla þetta efni, áhrif mannréttindasáttmálans á störf lögmanna. Og ég hafði hugsað mér að nálgast þetta kannski frá tvíþættu sjónarmiði og byrja á því að fjalla svona almennt áhrif sáttmálans og beitingu hans í störfum lögmanna. Og hvernig það gengur fyrir sig og kannski hverju ábótavant þar og fleira. Og síðan ætlaði ég að taka út svona eitt ákveðið álitaefni sem hefur verið talsvert til umræðu upp á síðkastið. Og það er þetta trúnaðarsamband lögmanna og skjólstæðinga. En mannréttindasáttmálinn 7. grein hans veitir því ákveðna vernd og það hafa svona verið uppi ákveðnar umræður hvort því sé hætt komið hér á landi að einhverju leyti. Þannig að þetta er svona uppbyggingin. Nú, í byrjun er rétt að víkja að þessu svona grundvallar hlutverki lögmannsins, það er svona inngangurinn að því sem ég ætla að fjalla
Og það auðvitað þetta að gæta hagsmuna umbjóðenda sinna. Það kjarninn í starfinu, þessi hagsmunagæsla. Og þetta orðað svo í 18. grein lögmannalaga að það talaði að lögmaður eigi að gæta allra lögmætra úrræða til þess að gæta hagsmuna skjólstæðingsins. Og þetta jafnframt áritað þarna í siðareglum lögmannafélagsins. Það má náttúrulega með nokkuð einfölduðum hætti segja það að störf lögmanna snúist alltaf beitingu á réttarreglum og þeim lögum sem þeir þekkja. Og það alveg ljóst að mannréttarsáttmálinn sem hefur náttúrulega þetta lagagildi og sem skiptir talsverðu máli og hinn gífurlega ríka dómaframkvæmd mannréttardómstólsins eru og geta verið mjög mikilvægt tæki fyrir lögmenn í þessari hagsmunagæslu sem þeim ætlað að sinna. Og það má kannski svona út frá þessu aðeins velta því fyrir sér og sérstaklega þá með þessari hliðsjón af þessari skyldu lögmanna að neita allra leiða til þess að gæta hagsmuna skjólstæðingana. Það má velta fyrir sér hvort að svo skylda hvíli í raun á lögmönnum að þekkja ákvæði sáttmálans og þá líka dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins að minnstakosti þá að svona einhverju marki. Það sé hluti af hagsmunagæslunni og því að þekkja þessi lög þó svo þau hafi náttúrulega þetta þjóðréttarlega yfirbragð með sama hætti og hinn íslensku lög. Það engin vafi að það ber að þekka íslensku lög og íslenska framkvæmd en nú eftir lögfestingu sáttmálans þá telja að það sé skoðum flestara lögmanna að líkt og önnur lög beri þeim að þekkja þau og þá jafnframt þessa víðtæku dómaframkvæmd þó að það geti náttúrulega verið hægara sagt en gert. Og þetta náttúrulega sérstaklega við og þessi skylda hvíli sérstaklega lögmönnum í ljósi þess eðlis þessara réttinda sem sáttmálinn verndar. Við erum að tala þessi grundvallar réttindi og þau ná náttúrulega eins og þið þekkið yfir það gríðarlega víðtækt svið að það svo að í nánast flestum málum eða mjög mörgum málum að minnstakosti þá má nýta mannréttindasáttmálann og dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins einhverju leyti til hagsbóta fyrir skjólstæðinginn. Og það ekki þar með sagt, þó að þetta séu sennilega svona flesti sammála þetta, þá ekki þar með sagt að lögmenn þekki alltaf ákvæði mannréttindasáttmálans í hörgul. Það auðvitað bara misjafnt áhugasvið manna og svo framvegis, en auðvitað lagagildi þáttmálans þekkt. Og það má minnstakosti fullyrða í þessum efnum að þekking á dómaframkvæmdinni svona ítali þekking kannski ekkit á færi sérlega margra. Og það kannski fáir sem til dæmis kunna að fletta með skilvirkum hætti upp í dómaleitarkerfi hjá hjá mannréttindadómstólnum sem getur auðvitað verið talsvert flókið líka. Hvað varðar svona þessi atriði öðru leyti þá má spyrja þessu hvort að þessi ákveði vandamál líka sem felst í því að lögmenn í framkvæmd vísi svona með mjög almennum hætti til sáttmálans og noti kannski dómaframkvæmdin ekki með virkum hætti. Og þarna vil ég kannski bara nefna sem dæmi að það algengt dæmis í málum sem varða tjáningarfrelsi, þá auðvitað alltaf vísað í 73. grein stjórnarskrárinnar en síðan kannski láti við það sitja að segja samanber 10. grein mannréttindasáttmálans. En hins vegar mætti í ýmsum tilvikum fara langt í að greina þessa dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins og nota hana í víðara skilningi til hagsbóta fyrir skjólstæðinginn. Og þetta svona kannski svona hluta þessu og ég nefni þarna lagarök og dómafordæmi sem dómstólar eiga hvort sem að þekkja þá þetta svona kannski fullmikið traust í sumum málum lagt til dómstólana. Að þeir þekki þessi grundvallarréttindi og auðvitað gera þeir það en lögmaðurinn getur hins vegar haft mjög markvissari hagsmunagæslu ef hann fer nánar út í þessi atriði. Og síðan vildi ég nefna það að það hefur alveg áhrif á störf lögmannsins og getur að minnstakosti haft það hversu oft í framkvæmd það svona hrópað mannréttindabrot án þess að það sé raunverulega nokkur innstæða fyrir því að það hafi verið brotið gegn mannréttindasáttmálanum. Það getur einhverju leyti dregið þetta bara úr vægi sáttmálans og þess að lögmenn þetta sé svona í huga bæði lögmann og skjólstæðinga orðið eitthvað sem hrópað of oft án þess að það hafi neitt sérstakt gildi. Þetta svona bara almennt atriði. Og síðan þetta síðasta atriði sem ég vildi fjalla og skipti miklu máli. Það þessi spurning hvort að beiting mannréttindasáttmálans í störfum lögmanna hafi sjálfstæða þýðingu umfram þá beitingu þessa mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar. En eins og búið að fara yfir þá þetta auðvitað nátengt og mannréttindaákvæðin voru uppfærð þarna meðal annars til samræmis við mannréttindasáttmálann með þessum lögum með stjórnskipunarlögunum 95. Og það svolítið hægt við því að í störfum lögmanna þá sé einblínt á þessa hinna innlendu stjórnarskrá og jafnframt á hinna innlendu framkvæmd.
en í mörgum tilvikum þá mætti ganga mun lengra og sérstaklega í ljósi þessa matskennda eðlis stjórnarskrárákvæðina og mannréttindaákvæðina í sáttmálanum og þess hversu mikinn í raun og veru mikla þekkingu má draga af dómaframkvæmdinni. Þannig að þetta svona eitthvað sem ég tel að reynsla geti sýnt að sé hætt við að lögmenn missi stundum af ákveðnum sóknartækifærum með því að nýta ekki dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins sem skyldi í störfum sínum. Nú, þá ætla ég að víkja því að það auðvitað svona grundvallaratriði í þessum störfum lögmanna og til þess að þeim líði eins og þau sé að ná einhverjum fram þegar til dæmis vísa til mannréttindasáttmálans í þágu skjólstæðinga sinna, að þeir fái það svona á tilfinninguna og í raun og veru að dómstólar séu að hlusta og þess sjáist á merki í til dæmis dómum Hæstaréttar að það sé verið að líta til þessara röksemda sem settar eru fram. Og staðan svo að það eins og fram kom fram í máli Ragnars hérna áðan, að það tiltölulega sjaldgæft að Hæstiréttur vísi með beinum hætti til úrlausna Mannréttindadómstólsins. Og það ekki þar með sagt að sjónarmið og reglur sáttmálans komi ekki til skoðunar því þær gera það alveg örugglega samt sem áður. En þessar beinu tilvísanir eru fátíðar en við svona sýnist af svona óformlegri skoðun upp á síðkastið að þeim sé að fjölga ef eitthvað Og þá sýnist mér jafnframt líka að það hafi færst í aukana að lögmenn séu sjálfir að vísa til sáttmálans og dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins að með nákvæmri hætti en áður. Mér langaði að nefna hérna nýlegan dóm Hæstaréttar svona svolítið til þess að kannski sýna og útskýra betur hvað það sem ég á við. En þetta þarna dómur í máli 403/2014 sem féll núna í júní á þessu ári og þetta ángi af lekamálinu svokallaða sem að allir hér þekkja náttúrulega og í þessu máli þá reyndi einkum á það hvort að það væri sem sagt hægt að skylda fréttastjóra mbl.is þar sem að fréttum þetta minnisblað birtist, hvort það væri hægt skyldan til þess að segja hver hefði samið fréttina og jafnframt þá líka hvernig miðillinn hefði komist yfir minnisblaðið. Þannig að þarna reyndi á svona grundvallaratriði tjáningafrelsi fjölmiðla og þessi heimildarvernd sem hefur verið talin vera undirstaða þess. Og í þessu tilviki þá lögðu báðir aðilar að málinu mikla áherslu á dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Og þá á kannski sérstaklega við varnaraðilann, þann sem fréttastjórinn í þessu tilviki. Og þar var lögð gríðarlega rík áhersla og nefndur alveg heill fjöldi dóma frá Mannréttindadómstólnum sem varða heimildarvernd og tjáningafrelsi og vísaði heimildarverndina sem hornstein tjáningafrelsis og fleira og jafnframt til leiðbeiningar þessar kröfur sem verða að gera þegar getur komið til greina að víkja frá slíku. Og í héraðsdómi þá fjallað mjög ítarlegur rökstuðningur í niðurstöðu dómstólsins og það vikið að heimildarvernd meðal annars samkvæmt lögum fjölmiðla og tekin upp ummæli dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins í talsvert löngu máli. Og síðan segir beinlínis í héraðsdóminu þarna eins og við sjáum, þá kemur beinlínis vísa til nákvæmra greiningar á dómsúrlausnum Mannréttindadómstólsins. Þannig að það augljóst fyrir lögmennar sem þarna lögðu mikla talsverða vinnu í vörnina og reyndu að beita mannréttindasáttmálum og dómum Mannréttindadómstólsins sem svona tæki fyrir skjólstæðing sinn, að þeir fá þarna ákveðna hvatningu, svo má orði komast, með því að héraðsdómur greinilega fara yfir þessi sjónarmið og skoðar þau og tekur ákvörðun á þessum grundvelli. Og niðurstöðin í héraði var svo að það var ekki talin skilyrði til þess að víkja frá heimildarverndinni og sama niðurstaða kom með dómi Hæstaréttar í þessum máli. Það var talið að það væri ekki uppfyllt lagaskilyrði til þess að víkja frá þessari heimildarvernd. En hins vegar það áhugavert hvaða þýðingu sem svo ber að leggja í það er annað mál. Það áhugavert að í dómi Hæstaréttar að þar ekki vísað að neinu leyti til mannréttindasáttmálans og heldur ekki til dómaframkvæmdar dómstólsins. Það vísað til mikilvægis tjáningafrelsis í lýðræðisþjóðfélagi og vísað til samanber 73. grein stjórnarskrárinnar en það ekki einu sinni sagt jafnframt samanber 10. grein mannréttindasáttmálans eins og gjarnan gert í dómum sem á þessu sviði. Og það auðvitað ekki þar með sagt að það, og ég alls ekki að halda því fram hér að það hefði ekki verið litið til þessara framkvæmdar af hálfu Hæstaréttar í málinu. En það var niðurstaðan svo sama bæði í héraði og fyrir Hæstarétti þó að rökstuðningurinn hafi vissulega verið annar. En
Það sem að punkturinn sem ég vildi koma áleiðis í raun og veru þessi, að það mikilvægt til þess að sáttmáli nýtist betur í störfum lögmanna og verði svona hluti af þessari réttarvitund og verði beitt með markvissari hætti en áður, að lögmenn fái svona tilfinningur og skilji þetta þannig að hann hafi raunverulega þýðingu í dómaframkvæmd. Það svona þetta grundvallaratriði sem ég vildi reyna að koma áleiðis með þessu. Og það auðvitað fjöldi annarra dóma og sérstaklega sem fallið var nýlega þar sem vísað með tiltölulega nákvæmlega og eiginlega bara mjög nákvæmum hætti til dómsúrlausna mannréttindadómstólsins. Og þarna tek ég dóma Hæstaréttar í þessum málum 371/2010 og sem var ítrekkaður í 323/2013 og Davíð Þór nefndi þennan dóm í máli 371/2010 hérna áðan, en þetta þessi dómur sem varðar lögmæti í raun íslenska skattkerfisins, þar sem skattálagi beitt í upphafi og síðan í kjölfarið hugsanlega höfðað refsimál. Það að segja hvort að menn séu þarna sæta tvöfaldri refsingu mögulega. Og í þessu fyrra máli þá var gerð krafa þarna frávísun málsins að þessum grundvelli. Þetta var í beinni andstöðu við það ákvæði 4. greinar 7. viðauka við mannréttindasáttmálann sem að banna slíkt. Og það má segja þegar maður les dóminn þá má sjá þess merki að þetta hafi raun og veru dómar mannréttindadómstólsins og skilningur þessu ákvæði eru hreinlega grundvöllurinn fyrir kröfunni. Langmestu leyti byggða þessu og sérstaklega á tilteknum dómi sem var nýlega fallinn þetta atriði. Og þetta sést í þessu tilviki ágætlega í dómi Hæstaréttar. Það farið mjög nákvæmlega yfir dómaframkvæmd á þessu sviði og ég held að þegar ég var að telja þetta að þá þetta 9-10 dóma mannréttindadómstólsins sem vísað til með beinum hætti og síðan komist að þessari niðurstöðu sem að auðvitað má deila hvort sé rétt eða röng. Ég ætla ekki að fara við það hér að skattkerfið sé ekki í andstöðu við mannréttindasáttmálann þennan skilning. Þannig að þetta annað dæmi sem svona, þetta kannski að einhverju leiti ræðst þetta bara mismunandi stíl dómara við það hvernig semja sína dóma. En ég að horfa á þetta hérna frá sjónarhóli lögmannsins og hvað væri hvetjandi og til þess fallið auka áhrif sáttmálans. Þá vildi ég rétt nefna þennan dóm Hæstaréttar í réttarfarssektarmálinu sem var líka réttvikið að þarna áðan. Og þar bara ætlum mín að benda á að í málinu var byggt á því að viðkomandi verjendur hefðu ekki notið réttlátrar málsmeðferðar þegar sektirnar voru lagðar á og Hæstiréttur fjallar 70. grein stjórnarskrárinnar og jafnframt sérstaklega 1. og 3. málsgrein 7. grein mannréttindasáttmálans og vísar þarna rétt í lokin sérstaklega til 2 dóma mannréttindadómstólsins sem hann telur styðja niðurstöðu sína. Þarna að tala niðurstöðu meiri hluta Hæstaréttar í þessu máli. Þannig að þarna aftur Hæstaréttur að nýta með beinum hætti dómaframkvæmd dómstólsins. Í framhaldi af þessu þá ætla ég að koma að þessu svona sértækara álitaefni varðandi mannréttindasáttmálann og störf lögmanna sem ég nefndi áðan að ég ætlaði að koma að. Og það í raun og veru þessar spurningar réttláta málsmeðferð og þýðingu þess fyrir störf lögmannsins. En það auðvitað og hefur verið talið ótvírætt að það sé hluti af réttlátri málsmeðferð að aðilar geti leitað til lögmanns þegar eiga hann rétt til varnar í málum og til þess að gæta sína hagsmuna og þá jafnframt þetta grundvallaratriði að trúnaður ríki þessi samskipti. Og þetta í raun og veru forsenda þess, þar að segja þessi trúnaður ríki á milli lögmanns og skjólstæðings, að lögmaður geti sinnt þessu hlutverki sínu að vernda og gæta hagsmuna skjólstæðingsins. Þannig að þetta kallast í raun á, bæði þetta nauðsynleg forsenda þess að viðkomandi umbjóðandi njóti réttar til varnar og réttar til lögfræðiaðstoðar og líka þá forsenda þessa megin hlutverk lögmannsins. Og þetta hefur verið staðfest með mjög afdráttarlausum hætti í dómaframkvæmd Hæstaréttar. Það fjöldi dóma sem varða þetta atriði og ég tók þarna einn dómin upp á glæruna eins og þið sjáið og þetta dómin frá 91 í máli S gegn Sviss. Og þannig þetta beinleins talað þetta trúnaðarsamband og vernd þess sem svona grundvallar þátt í réttlátri málsmeðferð. Og jafnframt vikið að því að geti ekki, ef þessi trúnaðarsamskipti séu ekki vernduð, að þá sé raun og veru þessi réttur til lögmannsaðstoðar, hann geti orðið mjög lítilsvirði. Og þetta auðvitað hljóta flestir að vera sammála að það að umbjóðandi geti leitað til lögmanns og tjáð honum hvaðina sem hann vill málið, með hvaða hætti sem hann vill
og að geta treyst því að það verði ekki síðar til dæmis bara nota gegn honum í einhverju dómsmáli auðvitað grundvallar þáttur. Ef þetta ekki hægt þá bara hætta menn væntanlega að treysta, ef þetta ekki tryggt þá hætti því að menn hætti að treysta lögmönnum fyrir störfum sínum. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt atriði að mínu mati. Og það hefur svona, og það það sem ég ætlaði að víkja í framhaldinu það að upp á síðkasti þá hefur verið talsverð umræða í íslensku samfélagi að þetta trúnaðarsamband sé kannski ekki verndað með alveg fullnægjandi hætti. Og það hefur kannski einkum átt svona stoð í símhlustunum og fleiru sem hafa meðal annars risið af bankahruninu og öðrum rannsóknaraðgerðum lögreglu og rannsakenda. Og meðal annars þá hafa komið fram þessi sjónarmið að það sé vissulega hlustað á samskipti lögmanna og sakborninga í málum, en það ber afdráttarlaust að eyða slíkum samskiptum leið samkvæmt sakamannalögum, en þess virðast sjást merki í framkvæmd að það hafi alls ekki verið gert í öllum tilvikum og það sé ekki gætt að þessu sérstaklega. Og það hefur meðal annars komið fram að svona samskipti hafi verið lögð fram í dómsmálum. Í einu tilviki var það reyndar virðist að hafa verið óvart og þá gerði Hæstiréttur alvarlegar athugasemdir við að þetta væri ekki í samræmi við lög. Þá var þetta hluti af myndiski sem var lagður fram og voru samtöl skjólstæðings við verjanda sinn og þetta lá fram í málinu og væntanlega hlotið skoðun og svo framvegis, burtséð frá áhrifum sem eru auðvitað óþekkt. En það þarna 2 mál sem ég vildi nefna sérstaklega sem eru bæði frá árinu 2013 og því mjög nýleg, þar sem að þessi trúnaðarsamskipti koma til skoðunar og hvernig Hæstiréttur leysir úr þeim. Og í þessu tilfelli fyrra dóminum sem þarna frá 4. júní 2013 að þá var að ræða það að ákæruvaldið vildi leggja fram endurrit af hleruðum símtölum sem voru á milli sakbornings við ákveðna lögmenn. Það voru samtöl sem hefði átt sér stað. Og í þessu tilfelli þá var það afstaða bæði héraðsdóms og Hæstaréttar að það ætti að heimila þessa framlagningu. Og í því rökstuðningurinn fyrir þessu verður að segjast að hann mjög knappur. Það ekki farið vandlega yfir þýðingu þess að heimila framlagningu samskipta þessu tagi og það kannski vegna þess að þetta eiginlega afgreitt með þessum einfalda rökstuðningi að hvorugur þessara lögmanna var verjandi ákærða. Verður því að hafna kröfum sem að sinna ákæruvaldinu að leggja þessi gögn fram. Þannig að eins og maður lesir þetta þarna þá virðist ofur áhersla verið lögð á það að viðkomandi lögmenn sem áttu þessi samtöl að þeir höfðu ekki þessa formlegu stöðu verjanda í málinu. Og þetta auðvitað skýtur talsvert skökku við með það sem ég var að fara yfir áðan mikilvægi þessa trúnaðarsambands og að það eigi í raun og veru að eiga við í öllum samskiptum umbjóðanda við lögmenn, burtséð frá því hvort þeir hafi þessa formlegu stöðu eða ekki. Og ef sé þetta réttu skilningur á dóminu þá vil ég leyfa mér að dragi verulega efa að hann samræmist þessum kröfum og þessum rétti í raun og veru til varna sem felst í 3. málsgrein 6. grein mannréttindasáttmálans. En hins vegar hefur því verið fleygt og maður hefur heyrt svona umræður óformlega það, þannig þú ekki að fullyrða hvernig ber að skilja þennan dóm, þá hefur verið rætt að kannski hafi staðan í raun verið sú að það var verið að vísa til þess að viðkomandi voru ekkert að koma fram sem lögmenn og voru ekki að veita lögfræðiraðgjöf í þessum símtölum. Þetta hefur meira verið á einhverjum öðrum nótum þar sem þarna fór fram og þeir hafi í raun og veru ekki verið að eiga þessi svona beinu lögmanns umbjóðanda samskipti. Og maður getur verið sammála að það geti breytt stöðunni, en að minnsta kosti eins og dómurinn orðaður og þessar forsendur að þá ekki auðvelt að skilja með þeim hætti að það hefur verið það sem úrslit. En þá ætla ég að víkja hinum dómi Hæstaréttar og það þessi dómur frá 8. október 2013 í máli 408/2013. Og þetta varðaði í raun og veru framlagningu gagna, tölvupóstsamskipta sem vörðuðu samskipti sakborninga við innanhúslögfræðing á þeim stað þar sem þeir störfuðu. Og í þessu tilfelli þá hafði viðkomandi innanhúslögmaður, hann hafði veitt þeim ákveðna ráðgjöf gjaldeyrisviðskipti og það varð síðar tilefni til sakamáls á hendur þessum einstaklingum. Og þarna reyndi bæði á það hvort það mætti leggja þessi samskipti fram og líka hvort að viðkomandi lögmaður mætti koma fyrir dóminn sem vitni í málinu. Og í þessu tilfelli þá var niðurstaðan sú að það hvorugt var heimilað.
og það var með mjög talsvert ríkum rökstuðningi þar sem vikið var að mikilvægi þessa trúnaðarsambands lögmanns og skjólstæðings. Og það ég sjá hérna málsgreinin sem er tekin hérna upp, við lesum hana bara orðrétt að þarna segir Hæstiréttur eins og aðstæðum var háttað, máttu varnaraðilar líta svo á að með réttu að viðlíka trúnaðarskylda fylgdi samskipti þeirra við A og var að ræða samskipti við lögmann, þannig að þeir gætu almennt treyst því að upplýsingarnar sem þeir trúðinni fyrir yrðu ekki síðar notaði gegn þeim í sakamáli án vilja þeirra. Þannig þarna erum við með Hæstaréttardóm frá október 2013 þar sem þetta er beinlínis tekið fram og þetta er auðvitað kjarnin í þessu trúnaðarsambandi. Að samskipti geti átt sér stað og það sé ekki hætt við því að þau verði síðan notuð gegn viðkomandi þá í algjöru andstöðu við réttin til þess að fella ekki á sig sök og fleira. Já, þetta er svona, ég vil nefna þessa dóma en í vika samantektinni, þá er þetta atriði sem ég ákvað að taka út, að þetta er svona kannski svolítið praktist í dag og mikið fjallað þetta og þetta er svona í raun og veru til marks það að minnstakosti í þessum dómi Hæstaréttar frá 8. október 2013, þá er eins og að það sé í grunninn bara algjörlega bannað að nýta þessi trúnaðarsamskipti í dómsmálum og að samanskapi á ekki að taka slík samskipti upp. Og þetta er svona kannski dæmi það að þó það sé ekki sérstaklega verið að vísa til 7. grein mannréttindasáttmálans réttláta málsmeðferð, þá er ég búin að útskýra þetta er mjög mikilvægur þáttur í réttlátri málsmeðferð í heild sinni og hefur verið staðfest sem slíkt. Að þarna má nota mannréttindasáttmálann beinlínis í störfum lögmanna og til þess að standa vörð þetta grundvallar hlutverk þeirra. Ég ætlaði nú ekki að hafa mikið fleiri orð þetta, ég er kannski vel innan tímamarka, það ekki, en ég ætla rétt bara að fara svona kannski að stikla stóru yfir þessi helstu atriði og það er þessi svona grundvallarpunktur sem allir eru sammála að mannréttindasáttmálinn, hann getur auðvitað veitt lögmönnum mjög mikil og aukin sóknarfæri í hagsmunagæslu fyrir umbjóðendur sína og það jókst sýnilega verulega við lögfestingu sáttmálans þar sem hægt er að vísa til hans sem laga. Og þarna vil ég meina að það sé auðvitað þessi dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins sem sé langmikilvægasta tækið og sem að lögmenn nýti vissulega ákveðnu marki en að mætti alveg nýta í ríkara mæli. Og þarna er það líka hlutverk dómstóla að auðvelda þetta kannski að einhverju leyti og hvetja lögmenn, ef svo má segja, áfram með því að sýna með beinni hætti í sínum dómum hvernig þeir fara yfir dómaframkvæmdina og það að þessar röksemdir sem er verið að setja fram, eins og til dæmis bara í þessum anga lekamálsi sem ég fór yfir, þar sem að vera að vísa til kannski 20-30 dóma Mannréttindadómstólsins og í raun og veru þær röksemdir að það ætti ekki að víkja frá heimildarvernd bara grundvölluðust á þeim málatilbúnaði, að þess sjáist þá merki í dómnum, að þetta hafi verið skoðað og að það sé ekki bara svona, einhver svona að lögmaðurinn sé í raun og veru að fá einhverja fullvissu fyrir því að sé farið með fullum hætti yfir þessar röksemdir hans þegar hann er á annað borð að eyða miklum tíma í að koma þeim á framfæri. Og þetta er auðvitað annað grundvallaratriði að mannréttindasáttmálinn veitir lögbundnu hlutverki lögmanna þessa ríku vernd, gerir ráð fyrir rétti sakborninga til varnar í málum og veitir ýmis önnur svona efnisréttindi sem ég ætlaði nú ekki að fara yfir og þetta er svona kannski punkturinn einkum þessi að lögmenn geta notað 7. greinina réttláta málsmeðferð með mjög ríkum hætti í þágu skjólstæðinga sinna. Ekki bara til þess að venda þetta trúnaðarsamband sem ég er búin að vera að fara yfir, heldur er þetta auðvitað rauður þráður í öllum samskiptum, öllu því sem framfer fyrir dómi í grunninn. Og áður en ég líka þessu erindi þá vil ég nú nefna þennan möguleika á kæru til Mannréttindadómstólsins sem er auðvitað gríðarlega mikilvægur þáttur og getur verið mjög mikilvægur þáttur í starfi lögmannsins. Þó svo ég ætla ekki að fara yfir þetta með nákvæmum hætti, þá er það þannig að það að hafa þetta svona eins konar neyðarúrræði til þess að leita leiða til þess að rétta hlut umbjóta sinna þegar annað þrýtur, að það er mjög mikilvægt og auðvitað þessi nýji dómur varðandi tjáningafrelsið sýnir það svona svart á hvítu. Og þakka ég bara fyrir. Ég vil þakka Ásgerði kærlega fyrir og einmitt kom þarna með mjög góða punkt og mig langaði til að benda því að hún var nú að tala þetta mjög margir dómar frá dómstólnum sem að lögmenn
þurfa að kunna skila á að Mannréttindastofnun með styrk frá innanríkisráðuneytinu gefur alltaf út tvisvar á ári, það birtist bara á heimasíðunni hjá okkur. Þar eru ágrip af svona helstu dómum sem að varða Ísland og hafa áhrif hérna á Íslandi. Þannig að lögmenn geta kannski farið aðeins styttri leiðina þar og vil bara vekja athygli á því. Og við munum einmitt senda póst væntanlega í næstu viku af því annað hefti var að koma út bara rétt í þessu.